Já, í dag ætlum við að tala um einfalda nútíð sem á ensku heitir present simple. Einföld nútíð notuð til þess að tala um venjur og staðreyndir, eitthvað sem breytist ekki. Dæmi það, Matthew lives in Vancouver, það staðreynd. He gets up at 7 o'clock, eitthvað sem hann gerir venjulega oft, endurtekning. Í þriðju persónu, þegar við notum he, she eða it, þau persónufornöfn, þá bætum við s-i við flestar sagnir. Þið sjáum við segjum Matthew lives in Vancouver. Matthew he, en það ekki, þriðja persóna, þá þurfum við að bæta s-i við sögnina. Sagnir sem enda á o, sé, h og x, þar bæta við sig e og s-i. Sagnir sem enda á samhljóða og ypsilon, þar verður ypsilon-ið að venjulegu i og svo kemur es. Þar bæta sem sagt við sig es. Dæmi það, school starts at 8:30, mum does the cooking, Ben tries to help. Try með ypsiloni, þar verður ypsilonið að i venjulegu og svo kemur es. Við notum do og does til að búa til spurningar og neikvæðar setningar. Dæmi neikvæða setningu væri we don't practice at the weekends eða he doesn't have a computer. Við notum doesn't í neikvæðum setningum í þriðju persónu eintölu. Dæmi spurningu væri do you play computer games? Does James have a computer? Takið eftir að þarna kemur hjálparsögnin do fremst í setninguna í spurningunni. Hérna sjáum við síðan yfirlit yfir einfalda nútíð, jákvæðar setningar, neikvæðar og spurningar.